Nú ætlum við að kíkja á dæmi 7 í æfingu 5.4 úr bókinni Stærðfræði 2.2.5. Við erum með fótboltavöll hérna, sem þessi völlur hér, og við erum að reyna að finna staðista flatarmálið á honum ef að hlaupabrautin inn í kring 400 metrar að lengd og þetta eru hálfhringir hérna alveg í endunum. Ekkert rosalega mikið af upplýsingum virðist vera, en við þurfum að gera eitthvað við þetta. Lengdirnar sem við erum að vinna út frá þessi hér og þessi hér. Við skulum kalla þessa x og þessa a. Skiptir engum máli raun og veru hvað við kallum þær. Svo ætlum við að kalla flatarmálið hér y. Þetta eru stærðirnar sem við þurfum að vinna með. En þið kannski takið eftir að þetta eru 3 óþekktar stærðir sem getur flækt málið svolítið. En við verðum bara að byrja. Ummálið eru heill hringur, hér hálfhringur og hálfhringur það gerir heilan hring. Ummálið þvermál sinnum pi, þannig að lengdin á hringnum x sinnum pi pluss a báðum megin, bæði hér og hér. 2a það jafnt og 400. Flatarmálið síðan xa og það jafnt og y. Þetta í sjálfu sér jöfnunheppi en með 3 óþekktum. Ég þarf í raun 3. jöfnuna til þess að geta gert eitthvað við það. Og það ekki það sem við erum að gera hér, við erum að vinna út frá fleigbogum. Þannig að ég ætla að umskrifa þessa jöfnu, einangra í raun a-ið. A þá jafnt og y deilt með x. Svo ætla ég að setja það inn í staðinn fyrir þetta a. Þannig ég fái x pi pluss 2 sinnum yx jafnt og 400. Nú ég laus við a-ið. Þannig að við getum kannski gert eitthvað við það. Núna þarf ég að losa mig við þetta deilingastrikið, en þá margfalda ég gegn með x. Sinnum x allstaðar, þá styttist það út hér og verður x í öðru pi pluss 2y jafnt og 400. Það sem ég þarf nú að gera að umskrifa þetta á formúluna y samasemd til þess að geta nýtt mér það sem ég veit fleygboga. Þá byrja ég á að safna þessu 2y jafnt og 400 mínus x í öðru pi. Síðan ger ég að deila með 2 báðum megin. Y jafnt og 200. Þetta áttu nú að verða x hérna. 200x mínus hálft x í öðru pi. Þið sáuð að ég færði tvistin yfir, þá deildi ég í báðar stærðirnar með 2 í staðinn fyrir að skrifa deilt með 2. Því ég vil ekki hafa það þannig. Svo ætla ég að umskrifa þetta einu sinni enn. Raða þessu upp í rétta röð. Mínus hálft x í öðru pi pluss 200. Nú ætla ég að nýta mér jöfnuna hæðsta punkt í grafi sem var x jafnt og mínus b deilt með 2 a. B-ið hjá mér 200 mínus 200 deilt með, og nú þarf ég að passa mig, 2 sinnum mínus 0,5 pi. Það ekki bara 0,5. Pi líka tala, en ég ætla að halda þessu sem pi af því það bara nákvæmara heldur en að fara að skrifa 3,1415 eitthvað. Þannig að út úr þessu fæ ég 2 sinnum 0,5 1 og í raun mínus 1, þetta mínus, en það mínus hér og mínus hér, það núllast út. Þannig að þetta í raun og veru bara 200 deilt með 1 pi. Þetta bara 200 deilt með pi. X jafnt og 200 deilt með pi. Nú veit ég x-ið. Það 200 deilt með pi. Þá þarf ég að finna a-ið.
Það ger ég með því að setja 200 deilt með pi inn í upphaflegu jöfnuna, þessa hér. Og þá ger ég 200 deilt með pi sinnum pi pluss 2a er jafnt og 400. Þetta styttist út. 2a er jafnt og 400 mínus 200 sem er 200. A er jafnt og 100. Og fyrst ég veit núna að þetta er 100, að þá veit ég hvert flatarmálið er. Það er 100 sinnum 200 deilt með pi, lengd sinnum breidd. 100 sinnum 200 deilt með pi. Upsilon eða flatarmálið mitt er þess vegna 20.000 deilt með pi. Fermetrar. Það var ekki lengra.